Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Mikið rétt sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og nú ætlum við að fara í NBA umræðu. Enda komið tími til. Flest allir NBA aðdáendur og áhugamenn á Íslandi, þeir eru vakandi svona seint á kvöldin. Það er nú þannig og nú er komið einn á línuna sem er, svolítið fylgist ennþá með NBA. Það er Snorri Örn Arnarsson, komdu blessaður og sæll og á maður ekki bara að segja gleðileg jól, víst að NBA-leiktíðin er hafin. Já, maður orðað þannig. Það er hérna, þetta er eiginlega jólin fyrir okkur sem fylgist með NBA. Já. Og þetta byrjar. Svona áður en ég fer út í svona tímabili sem var að hefjast, svona, hvað er þitt lið í NBA fyrir þá sem eru að hlusta á okkur? Það er lið sem spilar þetta lag við kynningu leikmannina. Hvað segirðu? Já, og við erum með Chicago Bulls stefi hérna undir. Já, nákvæmlega, ég heyrði það. Já, þannig að það er bara lukka sem ég hitt á þarna. Ekkert annað. Já. Herðu, en svona aðeins að kynna þér, þú ert stjörnumaður líka, eða ekki? Jú. Já. Gallarður stjörnumaður. Og hvernig, svona áður en við förum í NBA-umræðuna, hvernig finnst þér svona, stjarnan búin að byrja, reyndar í dómsdeild karla? Við höfum ekki byrjað alveg nógu vel, það er svo sem fór hægt að staði núna í október og svona er þetta á réttri leið, þetta var dálítið sjálft í kvöld en svona er þetta bara, svona er boltinn, þetta hefði getað fallið okkar meginn í kvöld og þá væri við bara svona, var allar að tala hvað við verum á réttri leið sko en nú töpum við verum með 3 og þá bara, þetta er bara eitt skref í einu, það er ennþá nóvember. Það er ennþá bara nóvember nýbyrjaður. Jú. En NBA-deildinni, hvernig finnst þér hún núna að fara af stað? Hún hefur farið bara ótrúlega vel af stað. Það er svona skemmtilega við þetta að oftast er það nú ekki mikið óvænt úrslit svona í byrjun leiktíðar. Það svona kemur meira þegar fer að líða og menn eru farnir að sjá hvaða lið geta eitthvað og hvað ekki og svona en það er nú bara strax Philadelphia sem hafa komið rækilega óvart strax hérna í byrjun með Michael Carter Williams fremstan í farabróti. Og veistu eitthvað, er eitthvað búið að taka saman, hefur eitthvað nýlið byrjað svona vel í deildinni áður? Tölfræðilega þá held ég að enginn hafi byrjað svona vel í fyrsta leik. Nei. Hann átti náttúrulega svakaran leik á móti Heat og var einum stólnum bolta frá þrefaldi tvennu og það hefði náttúrulega verið alveg ótrúlegt ef hann hefði náð því. En fyrst frá því hvort það þrefaldi tvennu ekki, hann átti frábæran leik og þeir unnu Heat og það bara svona nokkuð örugglega sko. Já. Og svo bættir betur og fóru til Washington og þar hafa menn haft stór orð það þeir ætli nú að koma sér í úrslitakeppni loksins og unnu þá og tóku svo mína menn í leiknum með 3 þar sem að Bulls voru komnir einhvern 20 yfir eitthvað byrju setnáleik sem er rétt og leit ekkert út fyrir annað en þeir eru bara öryggur sigur minna manna. Já. Og þetta liði bara verður ótrúlega skemmtilegt að minnskosti Michael Carter Williams verður ótrúlega skemmtilegur og þetta er strákur sem hann valinn 11 í draftinu núna síðast og það var baulað í Philadelphia mörgum og menn hafa talað að þetta var nú bara algjör vitleysa að vera að taka þennan gæja, hann væri ekki nógu góð skotmaður og hann hefði hinn og þessa veikleikana hann heldur betur blásið á þær þann orðróm eða hvað sem skal segja það, hann hefur bara verið algjörlega stórkostlegur og lítur ekki út fyrir annað en að hann verði bara franchise leikmaður fyrir Philadelphia og ef hann heldur þess áfram þá sjá hann örugglega stjörnuleiknum í febrúar. Já, en er eitthvað búið að segja hver er ástæða fyrir að hann er svona góður, ég meina það var ekkert búist mikið við frá þessum manni? Ekkert í líkingu þetta, menn hefur talað Ben McLemore eða Victor Oladipo sem svona frontrunners í Rookie of the Year en hann er bara algjörlega sér á báti núna með hinnir allir aðrir nýlegar deildarna þeir hafa ekki díðan akkurat þessu stundina og ég bara rétt vona að hann haldi þessu áfram þetta er bara eindón skemmti. Já, nákvæmlega. En svona þess að byrja kannski á þínu liði Bulls, nú er meistari Rose kominn aftur? Já, hann kominn tími til
hann byrjaði rosalega vel á undirbúningstímabilinu og leit vel út. Hann svona einhvern veginn, þegar tímabilið byrjar, þá þéttast varnirnar aðeins og hann einhvern veginn hefur ekki, maður sér það sko að líkaminn virðist í lagi, en það svona vantar þessa tengingu alveg svona við hæfileikana. Það ekki svona taktur í skotinu hjá hann, það ekki svona, hann ekki að lesa leikinn jafn vel og hann var að gera. Og ja, hann svona, maður sér það væri ánægilegt ef hann svona myndi fljótlega að komast svona eitthvað í líkingu við gamla gírinn. Já. En það þetta þvílíkur skemmtikraftur þessi leikmaður. Það er svona smá vegur fyrir höndum hjá honum greinilega. Já. En svo eru náttúrulega, já, meistararnir frá því fyrra, þeim var náttúrulega spáð eins og þetta yrði voða auðvelt fyrir það, en nú eru þeir búin að tapa strax 2 leikjum. Já, ég held að sé nú voða lítið panik í gangi í Miami og það, en þeir eru 2-2 núna og þeir held ég held að það geta enginn búist einhverju svipuði og síðustu leiktíð þar sem þeir eru 27 leikir og áttu einhverja svona svakalega sigurstyrkur og því að það bara þannig að þeir hafa spilað 110-115 leiki á tímabili síðustu 3 tímabil og þetta 4. tímabili það röð sem að þeir væri að fara í finals ef þeir fara þá það langt. Já. Og það bara álagið og bæði líkanlegt og andlegt það mikið að það væri einstakt afrek að koma svona að fara í finals. Þannig að það má alveg búast við því að þeir svona reyni aðeins að slemri íslensku svona kósta í gegnum tímabilið, bara komast í gegnum tímabilið, vera svona eitt af topp 3 liðunum, 4 liðunum í austrinu og svo fara bara í svona killmót í play-off sko. Já, og liðið sem veitti svona samkeppnin í úrslitakeppninni fyrir Indiana, þeir byrja líka byrja á 3 sigurum? Já, þetta svona orðið þéttar liðin, en það virðist vera að þráttur að þeir hafi svona aðeins tekið smá halning á bekkin hjá sér að þá það ennþá áhyggjarni hjá þeim hvað bekkurinn veikur. Greitsir meiddist á kálfa núna á undirbúningstímabilinu, þeir bundi mikla vonir við að hann kæmi með eitthvað að bekknum og hann á að vera frá í einhverja vikur í viðbót og svo þeir sem að þeir bættu við að koma inn á bekknum, þeir eru bara virðast ekki vera skilja neinu sóknarlega í miður og það svona þeirra akkelsarhæll. Það hvað bekkurinn veikur sko. Ég meina ef þú horfir á bara til dæmis Miami sem náttúrulega liðið sem vilja slá út að þar eru þeir að fá Ray Allen og þeir að fá Butler á bekknum og hugsanlega seinna mér heilan Greg Oden á bekknum og þá eru þeir að fá einhverju menn sem að koma til að gera eitthvað fyrir þá sko. En því virðist ekki vera að heilsa vendi hann ekki ennþá minn sko, en svo náttúrulega getur það breyst skyndilega þegar menn komast inn í síðustulið. Já. En svo þeir voru spáð náttúrulega mjög góðu gengi núna í úrslitaliðinni, New York liðin, Brooklyn og New York Knicks. Já. Ég átta mig ekki alveg á því hvað menn sjá hjá New York, því að það svona rosalega margar hólur eiginlega finnst manni í liðinu sko. Það svona margar spurningar. Þeir eru með Stoudemire og Banani inn á bekkna í svona fjarkanni hjá sér og hvorugur hefur verið þekktur fyrir varnarleik. Og það eru, J.R. Smith svona, hvað maður að segja, hann alltaf ekkert leikmaður og Chandler lítill sóknarmaður, það svona margar svona spurningar, þeir missa þarna Jason Kidd náttúrulega út sem leikmann, svo hann var svona kannski ákveðin binding í liðinu, reynslu bolti sem að hafði farið alla leið unnið og kunni þetta allt. Þannig að þetta svona, ég held að New York hefur verið góðir en ég svona hefur á tilfinninguna að þeir séu svona ekki topp 4 lið í austrinu. En kannski maður hefur eitthvað annað að segja Brooklyn þó þeir hafi nú tapað 2 leiki strax í byrjun þá sýndur það á móti Miami að þeir, ég held að þeir verið hörku góðir. Þeir getur hæglega verið númer 1-2 í austrinu í lok leiktíðar sko. Já. Það er rosa spennandi að sjá bara hvernig það smellir saman því að maður horfir á byrjunlið að þar eru bara annarkort sko
leikmenn sem að eiga að vera stjörnuleikmenn núna, sem hafa verið stjörnuleikmenn eða eru svona future Hall of Famers í Paul Pierce og Garnett og þetta er einvala lið sko. Já. Sem er með þarna. Og svo já, það er náttúrulega fleiri lið þarna í Austurdeildinni sem náttúrulega eru með svolítið skemmtilega svona breytt lið svona, og kannski við nefni eins og með Cleveland að vera konni með svona marga fengur náttúrulega eðaldráttinn. Já. En það vantar kannski, hvað er til dæmis hann búinn að sýna mikið sem þeir drógu? Hann er búinn að sýna akkurat ekkert í rauninni sko. Nei. Og það menn dálítið fyrstu hausinn yfir þessu og hafi ekki ennþá átt að sjálfa á því hvað það var sem fékk til þess að velja hann og Bennett en það er kannski dálítið eftir að koma í ljós að kannski það svona sem er ennþá áhugaverðara við Cleveland er að Andrew Bynum er farin að spila aftur og það gæti orðið bara virkilega skemmtilegt ef hann fer að geta skila kannski 25 myndum í leik fyrir þá. Já. Því að það á svona hálfpartinn búin að gleyma því svona henni tíma sem hann spila ekki, hvað hann er rosalega stór. Já. Og rosalega hreyfanlegur leikmaður. Þetta er strákur sem á að vera annar bestu miðjunum deildarinnar sko. Svona þegar hann er heill og hann hlakkar svolítið til að sjá hvernig hann og Kyrie Irving og það saman og hugsalega getur Bennett farið að sýna eitthvað. Sem hann hefur ekki sýnt að það með skusti. Nei. En svo er náttúrulega, hvað breyttasta lið kannski í Austurdeildinni? Má ekki segja það sé Celtic? Eða hvað? Jú. Það er bara eiginlega ekkert eftir það. Það er Avery Bradley og Söllinger og ég held að restin sé bara meira og minna nýja leikmenn sem er að skila einhverjum hlutverkum annars sko. Og náttúrulega Jeff Green líka, ég má ekki glemma honum. Þetta er svona þeir þrír sem að spilu eitthvað síðasta vetur og svona Söllinger með sem stjórn til að meiddist og þeir sem komið til að spila núna og svo náttúrulega kemur Rondo inn, það er bara spurning hvort að svo taktík að reyna að þanga verði svona ofan á og haldi Rondo jafnvel lengra frá vellinum sko, eða lengur frá vellinum. Það er svona verið dálítið fróðlegt að fylgjast með því að liðið náttúrulega er að keppast við það mörg hver að vera eins lélegur og hugsa getur núna. Í þeirri vona að fá fyrsta valrétt fyrir næsta leiktímabil. En nú var svo skrítið eins og þegar maður heyrir núna í Celtics aðdáendum sem búa þarna í Boston að þeir virðast síðasta tímabil þá voru þeir bara mjög ánægðir með það þegar Rondo var meiddur og fannst hann bara skemma liðið. Menn verður skiptast aldrei svona í fylkinga með það. Já. Hann er sko svona mín helsta gagnrýni á Rondo og svo að hann er stundum að leita ómikið að sendingum. Hann er ómikið að reyna að finna einhvern opinn. Og jafnvel þegar hann er komið með sniðgott sjálfur þá hendur hann boltanum út á einhvern annan sko. Og maður svona þá finnst manni hann vera farin að hugsa um stóðsendingarna í sína frekar en að hjálpa liðinu bara með því að brjóta niður varnir og skora það. Já. En hann er náttúrulega eintómur skemmtikraftur og í góðu liði með góðu leikmanni þá er hann náttúrulega algjörlega frábær. Það verður dálítið gaman að sjá hvernig hann er þá í liði þar sem að það er dálítið erfitt að finna skorara í kringu sig. Ég meina það er dálítið annað að henda boltanum á Avery Bradley heldur en Paul Pierce eða að finna Söllinger út í þryggjastælínina frekar en Garnett og svo framvegis sko. Þetta er ekki svona alveg sami gæða standardinn og hann hefur vanist náttúrulega tíma sem hann hefur verið í Boston. Og það geti lent meira honum að fyrir að skora og svona en þetta er algjörlega frábær leikmaður. En erum við að gleyma núna ykkur úr Austurdeildinni? Já, það er kannski Detroit, ég veit það ekki. Það er kannski ekkert meira merkilegt með. Já, það er náttúrulega, við erum eiginlega ekkert búin að tala um Detroit, Toronto eða Orlando eða Charlotte. Það eru liðir sem við glemdum að tala um. Já, ég held að Charlotte vera hatt núna þetta tímabilið er það að önnu liðir eru bara að reyna að vera svo ógeðslega lélega að þeim takist ekki að vera að slækast þess. Já. Og ég held að Jón Björn Ólafsson hljóti nú fagna því en það er mikill bókansmaður. En Toronto, þeir svona það voða lítið gerstjóðin, þeir bæta við sig einhverjum svona miðlungsspilurum alltaf og þeir verða voða lítið betri af því.
þeir koma til með að vera að berjast að komast í úrslitakeppni. Ég heldur City svona eftir Detroit heldur verður í úrslitakeppni. Þeir eru með náttúrulega svakalegt þríeyki þarna í 3.5 Já. Og svona stóra strákar sem eru nokkuð að byggja varnarmenn líka og það er bara svona spurning hvernig þetta smellur hjá þeim. Þeir eru náttúrulega með Brandon Jennings að koma upp með boltan og hann vil stundum tæma boltan og hann reynir að senda hann. Hann hætti til að dribla full mikið, þannig að maður svona, það er alltaf svona furðuleg blanda finnst manni, en hún gæti verið áhugaverð ef þetta smellir hjá þeim. Já. Og svo Orlando, þeir eru sömuleiðis að reyna að tanka. Þeir eru að gera allt til þess að vera eins lækir að geta. Þeir eru reynda með mjög áhugavert lið svona eftir, ef maður horfir svona 2-3 fram í tíma, það getur verið mjög áhugavert lið því að þeir hafa bara farið þá leið að reyna að rosa sig við alla eldri leikmenn og hafa í staðinn fengið þá bara unga leikmenn eða valrétti í staðinn. Og þannig að þeir eru svona að reyna að byggja liðið alltaf upp í gegnum draftið og eru náttúrulega að reyna að tala þessu drafti á næsta ári sem eitt sterkasta drafti síðan 2003 þegar LeBron og Melo og fleiri komin í deildina og það gæti verið alltaf áhægt ef þeim tekst vel í því að tanka en gengur vel í því að fara að tapa fullt af leikjum þá verða þeir með mjög skemmtilegt lið eftir svona 2-3 ár. Orlando lið sem við komum til að sjá alltaf mikið af svona í efri hlutanum bara eftir nokkur ár. Það eru áhugaverðir leikir þar sem kom til að skilja ykkur svo náttúrulega Atlanta og Milwaukee, það verða tvöli sem meistaradeildin líka. Ég held að þau eigi ekkert eftir að gera. Nei, þau verða bara svona týnt. Já, þau verða svona þarna í bilinu á milli liðana sem að fara í úrslitakeppnina og þeirra sem ekki geta, þau verða svona þarna, það er svona 9. og 10. 11. lið í Östrunum sínismanni. En þá aðeins að, vestudeildinni, þá það er náttúrulega, hvað er svona helsta frétt á því? Það er náttúrulega Minnesota, þeir byrja vel og enda eru menn að koma með meiðslum þar? Já, það virðist vera svona smella. Kevin Love hefur nú kvartað yfir því að þeir hafi ekki verið með lið sem hefur getað færi neitt. Hann hefur aldrei spilað í úrslitakeppni og sem er náttúrulega synd, þetta er frábær leikmaður og þeir náttúrulega með Ricky Rubio og Kevin Love heila þá eru með fína rulluspilar í kringu þá og það er svolítið gaman að sjá hvort þeim tækist að láta það rúlla áfram og þeir gætu orðið nú líklegast hvítasta liði í deildinni en þeir gætu orðið mjög áhugaverðir með náttúrulega eins og segir Ricky Rubio þvílíkur skemmtikraftur og orðin þykkari? Já og bara hann á svona í hverjum einasta leik þá á hann eitthvað svona wow moment einhver sending, eitthvað sem hann reynir sem er algjörlega bara engum öðrum eftir huga að reyna en þannig að ég held að þeir geta orðið alveg skemmtilegir og ég trú að því að þeir fari í úrslitakeppnina núna. Já. Svo framlega sem menn haldist heilir. En það, myndirðu segja að það sé gott fyrir þá eða þurfa þeir að fara að reyna að ná meira úr nýliða vali? Já, þetta er svona alveg góð spurning sko. Þeir eru alveg sko einn í góðri stjörnu frá því að vera alveg contender. Þeir eru með svona nokkuð svona góða bita sko. Þeir eru með náttúrulega Ricky Rubio og svo Alexis Sweat svona rísandi stjarna. Þeir eru með náttúrulega Love sem er einn af betri leikmennum deildarinnar og svona fleiri bita hérna í kringum en það vantar svona þennan leikmann í viðbót sem að getur verið svona eins og veit fyrir LeBron kannski einn svona svartan kannski einn svartamann í liði já, einn góðan svartamann í liði það má kannski orða það þannig já. En þeir getur áhugur þeir eru skeinuhættir sko. Það borgar sér ekki að horfa fram hjá þeim en svo er náttúrulega svona að öðrum liðum nú er náttúrulega Houston þeir vinna fyrstu 3 leikina og það er náttúrulega Dwight Howard kominn til þeirra og þeim er svona spáð ágætis gengi
Já, þetta var svona, þetta er náttúrulega síðasta vetur, þá spiluðu þeir dálítið svona skemmtilegan, mjög hraðan bolta, byggðu upp á mikið að þryggjastæðarskotum, ráðast á körfuna, brjóta varnina niður, sækja mjög hratt og skori þegar leikjum var yfirleitt mjög hátt. Þeir svona þurfa aðeins að breyta taktíkinni og svona tilraunin hefur gengið vel það sem að vera en það sem menn hafa haft áhyggjur af en þá að þeir svona þurfi dálítið að koma náttúrulega Dwight Howard inn í sóknarleikinn. Í fyrra þá voru þeir með Omer Asik sem byrjunarsendir og eina sem Asik gerði, hann spilaði vörn, hann setti hindranir fyrir Harden og Lin og hann sótti frákust. Þetta var svona hans hlutur sko, en þeir með Howard þá bætist við leikmenn sem svona þarf að snerta boltan. Og það er svona verður svolítið fróðlegt að sjá hvernig þeir koma inn í þetta. Þeir eru vinna fyrstu 3 leikina, ef þeir tapa leikjum þá svona breytist aðeins kannski svona holningin á liðinu og ég held að Houston verði, þeir eru konum með rosalega marga, komur að segja svona marga þætti sem þarf til þess að vera með lið sem getur farið alla leið. Þeir eru með sterkt inside presence báðum inn á vellinum. Þeir eru með backup center sem getur lokað teiknum í Asik. Þeir eru með skotmenn. Þeir eru með Harden sem kemst á körfunum svona nokkuð með eina vil. Og það er svona, þetta er margt mjög skemmtilegt, margt mjög áhugavert í þessu. Ég held að Houston gæti verið, það kemur ekkert á óvart ef þið fara mjög langt í úrslitakeppni. Það verður eiginlega bara að segja. Já. En þetta er náttúrulega þessi vestudeild, það er náttúrulega ekkert vita með hann svona hvað liði verða svona sterkust hjá þeim. Það er dálítið erfitt átt að sjá því sko. Því að ef við horfum á stöðunum svona í dag þá eru náttúrulega bara 3 og 4 leiki búnir en þá eru samt sko Minnesota, Houston, Clippers, Oklahoma, Phoenix, Portland, San Antonio, Golden State, svona 8 efstu liðin eftir þetta. Þarna fyrir utan úrslitakeppni í dag til dæmis Dallas og Lakers og Memphis og New Orleans sem eru gerðu marga breytingar í sumar. Þannig að þetta verður bara mjög áhugavert. Það nú sem Phoenix, nú sagt lið eins og Philadelphia og Phoenix sem leiðis að þessi lið þau viti ekki ennþá hvað eru léleg sko. Nei. Þeir byrja bara vel og halda þessi betri eru og spila þessuna vel. En svo leiður svona eitthvað fyrir að bjáta á þá eitt leikmann meiðist eða þau fara bara að tapa leikjum að þá svona getur þetta aldrei hrunið sko. Og það er svona verið aldrei fróðlegt að fylgjast með því hvernig þetta smellir. Þetta verður, vestudeildin verður gríðarlega sterk og ég held sé nánast ómögulegt að raða liðum í sætin inn í úrslitakeppnina sko. Nei, og svo Clippers þeir eru með svolítið svona, nýjan þjálfara og fleira. Já, þeir náttúrulega gerðu vel í því að ná Doc Rivers. Hann svona breytir aðeins í hvernig náttúrulega liðið spilar að þeir verða klálega betra varnarlið og eru náttúrulega með Andrew Jordan hann í miðjunni og sem hans helstu styrkur er náttúrulega bara varnarleikurinn og hann lokar teiknum gríðarlega vel. Og það er svona mörgu leyti og svona margir þættir sem eru svipaðir með Boston-liðinu sem hann með og Clippers-liðinu. Nema hvað kannski að hann má segja að hann er með náttúrulega Andrew Jordan sem lokar teiknum svipað og Garnett, hann er með sterkan point guard, hann er með skotmann í J.J. Redick. Það er svona þættir sem getur dálítið svona tengt við Boston-liðið, þannig að hann má gera ráð fyrir að þetta lið komi til með að spila ekkert ósvipaðan bolta með guleiti. Nema hvað að þá náttúrulega Chris Paul er betri leikmaður en Rondo og er klárlega miklu betri skorari. Ég held að þetta Clippers-lið, ef að þeir hlusta og þeir fara eftir því sem að reyndur og góðu þjálfur sem Doc Rivers segir, þá verður þeir illviðráðanlegir svona þegar líður á úrslitakeppninni sko. Það er margt eftir að breytast ef þeir tapa náttúrulega fyrir Lakers þarna strax í byrjun og það er nú frekar óvænt því að Lakers-liðið er ekki burðugt. Það nú bekkurinn hjá Lakers sem kláraði þann leik algjörlega. Þannig að það svona eru ákveðin spurningamerki en svo hafa náttúrulega unnið 2 leiki síðan.
En það hérna svona með þessa vestudeild eða bara NBA-deildin heildin núna, hvernig hún byrjar, það svolítið áhugavert í að þarna að koma svo margir leikmenn úr meiðslum eins og Westbrook og Rose og í rauninni þarna og Minnesota-liðinu. Já, kemur tilbaka úr meiðslum alltaf líka og hérna. Og svo byrjar hérna kóngurinn í Lakers í meiðslum. Já. Og hérna, það verður svona, maður vonar bara núna að nú eru svona flestar stjörnunar komnar tilbaka. Það er bara eiginlega kópí eftir af þessum stóru stjörnum í deildinni sem er frá. Ég meina Bynum og Rose og Westbrook eru komnir og Kevin Love komið tilbaka. Þetta eru leikmenn sem hafa verið dálítið frá. Ég meina Westbrook spilaði þetta mest alveg síðast tímabili. En margir leikmenn sem hafa verið frá til lengi og eru mjög góðir leikmenn. Deildin hún verður náttúrulega bara mikið skemmtilegri fyrir vikið. Þetta eru leikmenn sem geta unni leiki upp á sitt einstæmi, geta sett á því 40-50 stig, geta búið til öll þessi highlights play bara á hverju einasta kvöldi. Þannig að maður svona hlakkar rosalega til að fylgjast með, sjá svona bara vonandi sterkari deild fyrir vikið. En það má samt segja þessi NBA-deild eins og hún leggur sig núna, þetta að verða eins og í den, nú eru bara fullt af stjörnum til. Já, ég sko fyrir mitt leyti, ég svona hætti hálfpartinn að fylgjast með svona aldamótin. Svo fyrir svona 5-6 ári þá byrjaði maður svona að fylgjast með aftur. Ég svona misti dálítið áhuga með deildinni. Það var margt þarna sem tók ekki í mig. Margir leikmenn sem fast bara ekki nógu áhugaverðir og misti þar að leiðandi af reyndar nokkrum áhugaverðir leikmennum eins og svona því helsta hjá Allen Iverson og svona og sé svona eftir því. En ef maður horfir á þetta í dag þá finnst mér að deildin svona það eru fleiri leikmenn sem fær mann bara algjörlega til að gapa þegar maður horfir á. Sem náttúrulega bara æðislegt. Þetta eru náttúrulega ótrúlegir íþróttamenn og hérna stórkostlegir skemmtikraftar margir hverjir og hérna það bara þannig vill maður hafa þetta. Þetta eru bara lygileg tilþrif sem maður horfa á nánast í hverju minnsta leiki og hverju kvöldi sko. Ekki bara eina sem svona búið að breytast má segja núna að það vantar svona aðeins fleiri stóra menn svona sem að standa sig í hverju minnsta leik eða sína svona tilþrif? Jú, það er þessi skortur náttúrulega stóru menn sem hefur náttúrulega mikið verið ræddur en hluta því náttúrulega þessi breyting á leiknum sko. Það er náttúrulega gullöld stóra mann sem svar hérna 10. ára til síðustu aldar þegar Olajuwon og Ewing og Mutombo og fleiri snillingar hérna voru fyllt upp í teginn hjá nánast hverju einasta liði sko. Núna eru þeir orðnir miklu færri og þess vegna nú ánægilegt þá til dæmis að fá Bynum aftur en svo náttúrulega Davis hjá New Orleans hann náttúrulega búinn að sýna frábæra leiki núna í byrjun og lítur út fyrir að hann verði svo leikmann sem hann voru vonast eftir. Hann er að verða svona þéttari sóknarmaður og að sýna varnartilburði sem að menn hafi ekki séð alltaf mikið en bara kannski á Dwight Howard. Já. Og það svona menn bera vonir við það að hann hérna svona ná að verða svo leikmann sem menn hafi vonast eftir. Sama með náttúrulega að þegar Nerlens Noel kemur nú inn í þetta að svona þeir eru að verða bara öðruvísi. Þetta ekki svona þessir leikmenn sem grípa boltann með baki í körfuna og dribbla 5-6-7 sinnum og reyna að hnoðast að körfuna eitthvað svoleiðis. Þetta meira, þeir verða að geta snúið að körfuna, þeir verða að geta skotið, þeir verða að geta dribblað, þeir verða svona að hafa svona aðeins betra skilsett. Þetta er orðið meira, það er ekki alveg bundið við að þurfa að líma sig við teginn sko. Nei. Og svo kannski vantar kannski líka aðeins svona meiri umfjöllun þetta eins og þetta var á Íslandi svona í sjónvarpinu, jafnvel. Maður hefði ekkert á móti að sjá meira af þessu en það maður sér það er rosalega margir sem að kaupa sér bara aðgangað NBA líka sem fylgjast með því á netinu. Já, eitthvað sem var náttúrulega ekki til þarna þegar þetta var sem vinsalast. Því miður, það hefði nú verið æðislegt að geta hort á Jordan 83 sinnum á venlegri leiktíð. maður hefði ekki haft mikið á móti því. Og svo náttúrulega eru margir að spila fantasy, NBA fantasy og svona sko, þannig að það er, fólk notar bara sína leiði til þess að fylgjast með og hafa gaman að þessu. Og svo eru þeir allra hörðustu, þeir eru bara konið með NBA spjallhóp á Facebook og fleira til. Það dugar ekkert minna. Nei. Það
það mjög gaman að sjá svona aktivitetir í þessu og ég held að sé svona dálítið í takt við það hvað deildin orðin skemmtileg. Það kannski aldrei verið leiðileg en svona það skemmtanagildi fyrst með vera svona bara aukast. Þetta eru frábærir íþróttamenn og eins og ég menna Vestbrook kom tilbaka í nótt og voru að horfa bara á samantekt úr leiknum manna það bara hversu rosalega sprengikraftan með sko. Hvað hann fyrrlegs leikmaður og þetta svo gaman að fylgjast með svona strákum sko. Já. Svona áður en ég sleppi þér þá verði ég alltaf að koma með eina spurningu þarna með eitt lið sem ég langaði að spyrja það. Já. Það Denver Nuggets. Þeir náttúrulega fengu ekki mikla umfjöllun en voru samt á þvílíku vinningsstríki þarna í fyrra. Hvort það voru, hvað unnur aftur, 19 leiki í röð eða eitthvað svoleiðis? Það var eitthvað svoleiðis, já. En hérna, þetta lið náttúrulega fór svolítið í skuggan á Miami þegar þeir voru á vinningsstríkinu. En Denver náttúrulega, þeir bara losu sig við þjálfaran og fleira skemmtilegheit. Það virðist vera dálítið hættulegt að verða þjálfari ársins í NBA, menn missa fljótt vinnun eftir það virðist vera því miður. Og þetta kom rosalega mörgum ávart því að George Karl þykir mjög fær í sínu fagi og sem verið orðrómur upp það að hann taki svo við Oklahoma einhvern tímann í vetur. Og svo sem bara kom í ljós hvort það verður. En Denver liðið virðist vera svona, þeir fóru dálítið óhefnarlega, þeir voru ekki með neina svona stjörnu, þeir voru með fullt af bara svona fínu leikmönnum. Strákar voru með 6 leikmönnum sem voru að skora 10+ stig í leik og það bara sá sem var heitur og stigast við það kvöldið og svona. Spiluðu svona meiri liðsbolta kannski en menn eru oft vanir að sjá og voru virkilega áhugaverðir fyrir það. En það svona gekk ekki upp í það með úrslitakeppni og það víst það sem telur, það skiptir engu máli að vinna 50-60 leiki á venjulegri leiktíð eftir út í fyrstu umferð sko. Já. Og svona, það var þeim að falli. Já, og svona í lokin, hvernig munu þínu menn spjara sig þessa leiktíð, Chicago Bulls? Þeir enda með 58 sigurleiki og fara í finals. Já, þeir fara alla leið í finals bara? Alla leið í finals. Það ekkert annað. Vinna Golden State í hörkurum í 7 leikjum. Sko, Snorri Örn Arnarsson þakkaði kærlega fyrir og ég biðst afsökunar ég hélti lengi en það bara svo gaman að tala þessa íþrótt. Minnsta máli, það bara þegar maður byrja að tala körfubolta. Það svo erfitt að stoppa þá. Það bara þannig. Herðu, vertu blessaður og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir það. Og segjum ekki þá bara skín í stjarnan. Skín í stjarnan, alla leið. Blessaður. Vertu bless. Já, það held ég nú, sportátturinn verður nú ekki lengri að sinni en ég ætla að minna á leikina sem eru framundan. Það nú framundan ég ætla að byrja að minnast á meistaradeildina. Hún annað kvöld. Það FC Kaupmannahöfn Galatasaray, Juventus, Real Madrid og Real Sociedad Manchester United. Þessi leikir hefjast klukkan 7:30 og svo það meistaramörkin strax eftir það á Stöðvar Sport og á miðvikudaginn þá það Ajax Celtic í opinni dagskrá og Chelsea Schalke og Dortmund Arsenal og Barcelona AC Milan. Þessi leikir hefjast klukkan 7:30. Fimmtudaginn AC Alkmaar og Shakhtar Karadandi í opinni dagskrá klukkan 8 í Evrópudeildinni. Svo á laugardaginn það enski boltinn Liverpool Fulham og Chelsea VfB, Aston Villa Cardiff, Southampton Hull City, Crystal Palace Everton og Norwich West Ham. Svo sunnudaginn Tottenham Newcastle Sunderland Man City og Manchester United Arsenal klukkan 4 á sunnudaginn og Swansea Stoke. Og svo náttúrulega fullt af handboltaleikjum. Það á föstudaginn, þá allan að, svo ég mun eftir, þá allan að Selfoss KR. Sáleikur hefst klukkan 1:30 á laugardaginn. Býtu nú við. Eitthvað fekk ég þetta vitlaust hérna upp. Byrjum hérna bara Ólisdeild karla. Næstu leikir þar eru næsta fimmtudag. FH Akureyri í Kaplakrika klukkan 6 og klukkan 7:30 eru Haukar HK. Og í framhúsum það Fram IR klukkan 8 og laugardaginn í Votafannvelli það Valur IBVF klukkan 1:30 og í hvernig maður að fá þetta hérna upp aftur. Eitthvað netið að stríða mér þetta. Næstu leikir í Dóminusdeild karla, þeir á fimmtudaginn Stjarnan Haukar klukkan korter yfir 7,
sama tíma Keflavík Þór Þorlákshöfn í Keflavík, ÍR Valur og svo föstudaginn það KFÍ KR og Njarðvík Skallagrímur og svo heimaleikur hjá Þór Þorlákshöfn á sunnudaginn klukkan korter yfir 7 þar sem þið fá Njarðvík í heimsókn. Og í Dóminusdeild kvenna þá eru leiki bara núna á miðvikudaginn. Haukar Keflavík korter yfir 7, Snæfell Grindavík, KR Valur og Njarðvík Hamar. Þessi leikir hefjast allir korter yfir 7 og í fyrstdeild karla skemmtilegt þetta vill ekki koma upp. Hveit bara kíkja á kki.is og hsi.is til að sjá hvaða leikir eru framöndu því ég ekki að ná þessu hérna í gegn. En ég heiti Gestur frá Hæli, við heyrumst eftir viku hress og kátt og þá erum við að fara aðeins í gegnum Alex Ferguson bókina. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.